Amen. Ekki gleði í húsinu? Halleluja. Hann nefnilega svo frábær, hann getur gefið okkur gleði í öllum kringumstæðum. Ég ætla að vera á svolítið persónulegu nótum í dag og yfirskriftin þessi, það sem ég hef lært. Og það svona ýmislegt sem ég hef lært og mér langar til að sérstaklega benda á eitt sem að Guð að benda mér á aftur sem ég verð að varðveita og það einlægnin gagnvart Guði. Og eins og flest ykkar vita þá ég alin upp í kirkju. Það var nú svolítið sérstakt að alast upp með Gunnar og Ingu í krossinum sem foreldra. Sérstakt en mjög blessað. Það var virkilega blessað og ég þakklátt fyrir það. Ég alin upp á kristnum foreldrum. Og vitið það, ég held að það ótrúlega forréttindi að fá að alast upp í kirkju. Og alast upp við það, bara, ég man bara frá því ég var lítið stelpa, þá var ég bara undir bekkjunum að hlusta orð Guðs. Og það skemmtilegasta sem ég veit að sitja á sangum og hlusta orð Guðs. Það bara það skemmtilegasta sem ég veit. Ég bara vandist í frá bara frá frumbensku að hlusta orð Guðs og þvílíkt magna sem að það Og ég alltaf að segja við börnin mín, þetta svo mikið blessun, þetta svo mikið lán að alast upp í, þið vitið, í Guði. Það ótrúlegt lán. Ég man eftir því, alveg frá því ég var lítið stelpa, þá hef ég alltaf átt trú á Jesú. Ég trú á Jesú og ég hef alla tíð gert. Og ég man ekki eftir sérstöku tímapunkti þar sem ég tók á móti Jesú per se. Ég hef alltaf játað Jesú sem frelsara minn. Alveg frá því ég var bara lítið stelpa þá hef ég átt einlega trú. En svo gerist það eins og gerist hjá ótrúlega mörgum og sennilega flestum. Á úlingsáranum og þá gerist eitthvað og það bara eðlilegt. Og ég fer aðeins að skoða í kringum mig og það koma svona þessi ár innan gæsalappa ár uppreisnar. Ég var nú svo sem engin uppreisnarseggur. Ég held ég hafi dottið í það þrisvar eða eitthvað álíka og það var svona the extent of it. Það var ekki mikið meir en það. Jóhanna var til dæmis verri en ég. Ég verð bara að taka það sérstaklega fram. Ég hef alltaf svona mælt mig, nei, ég ekki eins slæm og Jóhanna. Ég elska það, systir. Og Guðni alveg hrikalega slæmur. Nei, ég segi svona. En ég byrjaði að draga mig svona í hlé frá Guði og og eftir það, þetta var stutt skeið sem ég var í uppreisn. Ég var svona minn eigin herra og vildi svona svolítið, finna til mín og svona átta mig á veröldinni fyrir sjálfu mig. Og mamma og pabbi sögðu alltaf þetta að ég þyrfti að trúa fyrir mig. Það ég get til dæmis ekki valið Guð fyrir börnin mín. Ég get valið að koma með þau að samkomin á einhverjum tímapunkti, þá þurfa þau að taka þetta val sjálf. Og vinir, öll þurfum við að taka þetta val sjálf. Það kemur svo tímapunktur að þú þarft að ákveða þig. Fyrir hvað stendurðu? Til hvers ertu hérna? Hvert ferðu þegar þetta búið? Ég fer fljótlega aftur, náttúrulega bara full í kirkjuna og en það eitthvað breyting sem á sér stað á mínu samfélagi við Guð í kjölfar þessara. Við erum alin upp í smá lögmáli í þessari kirkju í Den. Þannig ég einhvern veginn upplifði mig. Ég upplifði mig þegar ég nálgaðist Guð eftir þetta tímabil, þá var það yfirleitt alltaf í skömm. Og þessi skömm hefur svolítið fylgt mér í gegnum lífið. Þangað til fyrir einhverjum árum síðan. Ég var alltaf einhvern veginn að reyna að þóknast Guði. Og auðvitað það þannig að þegar við erum að ganga gönguna með Drottni, þá þurfum við að breytast. Guð hefur áhrif á hjartað sem að lýsi sér í öllu því sem við gerum, ekki satt. Hegðun okkar fyrir að breytast. En þegar forsendurnar fyrir þessari breyttri hegðun
ekki, kærleik samfélag við Drottinn, heldur skömm, þá koma því frekar ljótir ávextir. Það sem ég tók eftir mig sjálfa mig að ég var gríðarlega dómhörð. Á þessum tíma þá var ég alltaf að segja Jóhannu hvernig hún átti að vera og ég var að segja öllum í kringum mig hvernig þeir átti að vera. Og ég var rosalega kröfuhörð og það vantaði einhvern veginn allan kærleika. Vinir, á hvaða forsendum við erum að þjóna Guði skiptir ofboðslega miklu máli. Og við gleymum okkur stundum í boðum og bönnum í staðinn fyrir að efla það sem við eigum að vera að efla og það er samfélagi við Drottinn. Og ekki misskilja mig, það þýðir ekki að það sé engin verk. Það eru fullt af verkum en þau koma bara frá betri uppsprettu. Og vinir, Guð er búin að vera svolítið að minna mig á þetta síðustu daga, hvað það er ótrúlega mikilvægt að byrja ekki bara að gera, heldur að vera. Og frá þeim stað, þar sem að við upplifum, þar sem að við erum elskuð. Og ég einhvern veginn fór að horfa Drottinn þannig að hann var eitthvað svona svolítið reiður maður á himni að telja upp syndir mínar, að skrá eitthvað í kladdan hjá sér hvernig ég væri að haga mér heima hjá mér eða hvernig ég var að haga mér í samskipti við aðra. Og ég upplifði Guð pínulítið bara reiðan. Ég bara segi ykkur alveg eins og er. Fyrir mér var Guð bara frekar reiður. Hann bara svolítið pirraður einstaklingur eða faðir á himninum. Og ég held að mín sýn á Guð hafi með það að gera hvernig ég lít á minn náttúrulega föður. Pabbi er magnaður maður eins og þið vitið, en hann var svolítið harður í uppeldinu. Og það er óumflýjanlegt, vinir, þegar við horfum á Drottinn, að við speglum hann svolítið í samskiptum okkar við feður okkar. Og það er eitthvað, vinir, allir sem að gangi í gegnum bara lífið, vita það að við þurfum að fyrirgefa. Við þurfum að sleppa tökunum og við erum allt lífið í raunin að finna út úr ákveðnum hlutum sem að gerast í æskun okkar. Er ég ein eða? Við þekkjum þetta. Við erum endalaust að vinna úr ykkur í dæmi frá æskunni og það virðist engan endi ætla að taka. En það sem að ég hef lært, vinir, er að Guð elskar okkur. Punktur. Vitið að hans kærleikur til okkar er svo miklu meiri en við getum nokkru sinni ímynda okkur né höndlað. Það er bara þannig. Og það sem ég hef líka lært í gegnum ákveðna bara vinnu hjá sjálfum mér er að ég get ekki gert neitt til þess að auka á kærleika Drottins til mín. Ég get ekkert gert til þess að minnka kærleika Guðs til mín heldur. Ekki neitt. Hann elskar mig alveg í botn. Og ég er með góða fréttir í dag, vinir, út af það hann elskar ekki bara mig alveg í botn, hann elskar þig líka, algjörlega í botn. Og það gerðist atburður fyrir cirka svona 20 árum síðan. Það voru ég og Alli, við vorum með unglingastarfi í krossinum á sínum tíma. Þið munið eftir því. Og það var yndislegt að vera með unglingaleiðtogar í kirkjun á þeim tíma og margt að gerast. Nema ég er á þessum stað. Ég er svona baunateljari, ég er að passa upp á syndir bæði mínar og annara. Mér fannst það vera bara mitt hlutverk í lífinu. Passa upp á syndir annara. Og var bara orðin bara mjög reið. Ég var alltaf að fókusera á synd. Við fórum til Bandaríkjanna og meðan krakkarnir, unglingarnir okkar, voru á samkomum, þá fórum við annað við leiðtogarnir og við fengum uppfræðslu. Og ég get eiginlega ekki orðað öðruvísi en að ég hef bara hreinlega, ég ætla ekki að segja frelsast, og ég var frelsu fyrir þann tíma, en ég fekk alveg ofboðslega vakningu, dýrsi Guði. Vakningu. Ég vaknaði upp
Og vinir, ég get ekki eiginlega lýst í öðruvísi en þannig að ég bara einhvern veginn, ég bara sá allt öðruvísi upp frá því. Og við hlutum kennslu það að vaksa í náð og sannleika. Og það svo athyglisvert með Guð að hann gefur okkur, þið veitir, hann gefur okkur frelsunina, hann gefur okkur hana. Hún ókeypis, hún okkar. Það eina sem við þurfum að gera að taka við henni og taka utan á pakkunum og framganga í frelsinu. En vinir, á þessum tímapunkti þá upplifði ég að ég þurfti ekki að bera mína eigin byrði. Ég þurfti ekki að fá samþykki Guðs á mér. Ég átti bara að elska hann og hann elskar mig og í gegnum það samfélag þá breytist allt. Og í dag þá langar mig til þess að hvetja þig. Ef að þú ert eins og ég var, alltaf í einhverjum eigin mætti að reyna að framkvæma eitthvað eða gera eitthvað eða að reyna að hafa áhrif á eitthvað, slepptu því. Það bara afskaplega lítið sem við í rauninni getum gert. Leyfðu Guði að taka stjórnina. Og treystu því að þú ert elskaður og elskuð af himninum. Hann elskar þig. Og það sem ég upplifði líka, að við tók gríðarlega mikil verk. En það var á allt öðrum forsendum. Það var út frá því ég var elskað Guðs barn. Ég var nóg og Guð myndi koma því til leiðar sem hann þyrfti að gera. Og vinir, mér langar til þess að kveikja undir ykkur, bara til þess að taka mótið í dag, að þú ert elskaður af himninum. Það alveg sama hvað þú hefur gert, hvað þú hefur ekki gert. Hvers konar lífi þú hefur lifað, þú ert elskaður. Og frá þeim punkti, frá þeim stað, þar sem að þú tekur á móti þessu og lifir þessu, þá getur allt gerst, vinir, í Jesú nafni. Þannig að ég fór að hugsa í dag og ég búin að vera að hugsa undanfarna vikur. Ég nefnilega svolítið þannig, ég tek svolítið, stjórnina og Guð þarf að kenna mig sama hlutin aftur og aftur og aftur. En ég fann það í vikunni að Guð var að endurvekja þetta ákall hjarta míns, þetta bara tæra ákall. Drottin, ég vil bara þig. Ég held að, þú veist, í samfélagi eftir því sem við eldumst, þá verða hlutirnir einhvern veginn flóknari. Og við förum einhvern veginn að reyna að endurleysa kringumstæðuna sjálf. Tala nú ekki ef það eru flóknar kringumstæður. En vinir, Guð með ákall til okkar að leggja allt við fætur hans í dag. Og leyfa honum að vinna út úr hlutunum. Leyfa honum að koma með sigurinn inn í kringumstæður okkar. Leyfa honum að vera með upprisu kraftin í líf okkar. Og vitið það sem ég hef lært, að mátturinn, hann fullkomnast í veikleika. Við þurfum ekki alltaf að vera með svör við öllum kringumstæðum. Við tilheyrum einum sem með svarið. Og það ótrúlegt að hvíla í þeirri fullvissu að hann veit hvað máli snýst. Það sem ég þarf að gera að auðmýkja mig fyrir því sem hann segir. Ég þarf að hleypa honum að. Ég þarf að hætta að finna út úr hlutunum og ég þarf bara að hleypa honum að. Og það sem ég þarf að gera að ganga á eftir honum í auðmýkt. Og það getur nú stundu verið snúið. Allavega fyrir Jóhannu. Nei, tjók. Alltaf Jóhanna. Og ég elska hana. En hún þolir þetta. Takk, Jesús. En það sem ég vildi kannski ræða við ykkur í dag þetta. Og þessi samsvörun sem ég hef tekið eftir í ljóðaljóðunum. Við búin að vera að minna með ljóðaljóðin. Og eins og við vitum að þá eru ljóðaljóðin, þá eru samskipti Guðs við kirkjuna sína, við eiginkonuna sína. Og hann líkir samfélaginu sem að við eigum að eiga við Guð, við hjónaband, við samband manns og konu. Þetta einingarsamfélag. Og ljóðaljóðin eru þannig að hún byrjar sem bara óþroskaður einstaklingur, brúðurinn, meyjan, sem hann elskar.
Og það sem maður tekur eftir í ljóðalögunum að hann segir það aftur og aftur. Hann alltaf að dásama fegurð hennar. Hann alltaf að tala hvað hún yndisleg, hvað hún falleg, hvað hún fríð. Jafnvel þótt hún sé búin að gera fullt af mistökum. Jafnvel þótt hún sé barnalega á mörgum sviðum. Jafnvel þótt hún sé ófullkomin. Þá elskar hann hana. Og mér langar til þess að lesa hérna. Halleluja. Takk Jesús. Nú ég búin að rugla þessu öllu saman. Svört ég og þó yndisleg, því Jerúsalem dætur sem tjöld Ketars, sem tjalddúkar Salomons. Takk ekki til þess að ég svartleit, því að sólin hefur brennt mig. Synir móður minnar reiddust mér. Þeir settu mig til að gæta vingarða. Og svo kemur þetta orð, míns eigin vingars hef ég eigi gætt. Og vinir, þegar ég var að alast upp og fór í gegnum þessar kringustæður og fjarlæðisguð, þá misti ég í rauninni þetta authentic samfélag við Drottinn. Þegar ég var lítil, þá bara einhvern veginn talaði við Drottinn alla hluti. Ég bara talaði hreinskilnislega. Og ég man sérstaklega eftir, ég var að læra á skíði. Ég fór upp í Bláfjöll og allan tíman meðan ég var að læra á skíðin, þá var ég að tala við Drottinn. Samfélag okkar var það mikið. Svo gerist þetta, ég fjarlægist og ég hætti að tala við Guð eins og ég gerði. Ég fer að nálgast hann í skömm, ég fer að nálgast hann í gegnum einhver reglur og boð sem að minni mig á þetta vers hérna í ljóðalögunum. Ég hafði fengið sólin á mig en ég var brennd og það merkir í rauninni þá sem að heyra en framkvæma ekki. Og það sem að brúðurinn gerir hér að hún að gæta vingarða einhvers annars. Og vinir í kirkjunni þá erum við bara með allt og mikið af fólki sem að gæta vingarða annars. Við erum alltaf með einhverja svona baunateljara sem eru tilbúin að taka og skrá niður syndir einhverja annara. Og vinir, í kirkjunni eigum við bara ekki að vera að gæta vingarða neitt annara. Við erum að gæta okkar eigin vingars. Nema Jóhanni. Ég reyndar köllu til að gæta hennar vingars. Vil ég meina. Allavega hjálpinni svolítið að reyta arfan. Takk Jesús. Og vitið það má hlæja í húsi Guðs bara þannig að það sjálfur reynu. En við gleymum þessu á göngunum með Guð. Allt í einu koma reynslu kringumstæðuna og í staðinn fyrir að eiga þetta samfélag við Drottinn og gæta okkar eigin vingars, að þá erum við að skipta okkur af hjá öllum öðrum. Við erum algjörir besservissir á hvernig kirkja á að vera og við förum að vera með reglugerðir og sjá hvað þessi ekki nógu góður eða þessi og ef maður er bara eins andlegur og ég, vinir, við erum öll bara á vegferð. Og ef við myndum bara, þið vitið, lyfta hvort öðru upp og blessa og hjálpa á göngunum með Guði. Vá, hvaða kirkjan væri á öðrum stað í dag. Má ég heyra með henn? Vitið, okkur ekki ætlað að vera baunateljara, okkur ætlað að líta í eigin barm. Vera bara á göngunum með Guði, vera authentic, vera bara við sjálf og leyfa Guði að eiga við okkur. Má ég heyra með henn? Vitið, það er alveg nóg að gera hér. Kemur ykkur kannski mjög óvart. En vitið, ég á bara nóg með mig. Allir bara, yes, já. Algjörlega rétt. Það er bara brjálað að gera hjá mér. Og vinir, Alli getur ekkert verið með eitthvað svona. Alli á að horfa í eigin garð. Takk, Jesús. En svona í alvörinni, og vinir, kirkjan er bara svolítið þar. Við erum svo mikið einhvern veginn í einhvern reglum og reglugerðum. Þetta snýst minn garð og þetta snýst þinn garð. Þú ert í þínum garði að rækta hann, að gera þitt og þetta snýst samfélag við Drottinn. Þetta snýst einingar samfélag. Og jafnvel þótt hún sé að gera bara tóma glóríur,
þá samt talar hann við hana af slíkri ást. Hann endalaust að lokka hana til sín, segir bara komdu til mín. Ég þrái einingarsamfélag, ég þrái samfélag við þig. Og við höldum að þegar við erum búin að gera eitthvað, þá vilji Drottinn ekkert með okkur hafa. En það akkúrat omvendt. Guð vill kalla okkur til sín einmitt þegar við erum ekki fullkomin. Hann vill eiga samfélag við okkur þegar við erum á þessum brotna stað og vinir, það gerist eitthvað á göngunum með Guð, við eignumst eitthvað þegar við tölum við Drottinn þegar við erum á vondum stað. Við eignumst eitthvað dýrmætt, vitið það, hann frábæra fjallsliðinu en hann liljan, ljúf í dalnum. Halleluja, það í dalnum sem að við upplifum eitthvað alveg dásamlegt. Við upplifum hlið á Guði sem við upplifum ekki með nokkrum öðrum hætti nema í dalnum. Þannig í staðin fyrir, vinir, að vera eitthvað þykjast fram fyrir Guði. Ég held að Guð þoli ekki þykjustuleiki. Og kirkjan verður að hætta að vera í þykjustuleik. Við erum öll að ganga þessa göngu. Við þurfum öll að taka til hjá okkur. Við þurfum öll að vera bara fram fyrir Guði í einlægni, vinir. Og Guð að kalla kirkju sína á nýjan stað. Guð að kalla okkur upp á næsta stað til þess að vera full þroskuð á göngunni með honum. Má ég heyra amen? Halleluja, það held ég nú. Hún brunnin og hún svart leit. Og það í rauninni þýðir að hún í andlegri fátækt. Hún að framkvæma ranga hluti. Forgangsröðunin röng. Hún vanþroska. Og það hennar tilhneiging til þess að misstiga sig. En þýðir það að Drottinn elskar hann ekki? Þvert á móti. Hann elskar hana og hann kallar til hennar og hann endalaust að vilja eiga samfélag við brúðu sína. Og í dag, vinir, ég sagði þetta áðan, í dag bankar Guð á hjartað. Og það bara spurning, viltu hleypa honum inn? Viltu eiga þetta einingarsamfélag við Drottinn sem hann þráir svo sannarlega eiga við þig? Halleluja. Þannig við ætlum að halda aðeins áfram. Halleluja. Takk, Jesús. Svo hérna annar ritningarstað sem langar til þess að fara í. Hann segir, hversu fögur ertu, vina mín? Hversu fögur ertu? Augu þín eru sem dúfu augu. Finnst ykkur ekki skemmtilegt? Þetta eins og ljóðakeppni eða eitthvað. Þetta nefnilega æðislega lýsing. Og þið sem kannski þekki dúfur, dúfur ekki með falleg augu. En hann lýsir augunum sem dúfu augu og það myndlíking þar á bakvið. Dúfan nefnilega sérstakur fugl. Hún á bara einn maka. Og ég ætla að segja þetta aftur, hún á bara einn maka. Hún á einn maka fyrir lífstíð. Sem merkjum það að Guð vill að við veljum hann fyrir lífstíð. Að við eigum bara einn maka, það sé einn sem á hjart okkar, að það sé Drottinn Guð, að hann sé á hásætinu í líf okkar. Því að við skiptum hann á öllu máli. Hann vill eiga þannig samskiptið okkur. Annað með dúfuna sem mjög athyglisvert, bara þannig ég fari örugglega rétt með þá ætla ég að setja á mig gleraugun. Halleluja. Nú ég búin að týna þessu. Já. Dúfurnar hafa sérstaka sjón. Sjón dúfunar festist á einum stað í einu. Og vitið það, til þess að dúfan horfi annað, þá þarf hún hreinlega að færa hausinn. Og þetta mjög áhugavert út af því að ég tel að þetta þýðir það að brúðguminn að segja við brúðina, augu þín á mér. Augu þín þurfa að vera á mér. Og vinir, þegar við göngum í gegnum lífið, þá það bara óhjákvæmilega þannig, augu okkar fara að vera bara út allt. Augu okkar fara að vera á kringumstaðanum, fara að vera fólki í kringum okkur, sársauka okkar. Fólki sem hefur gert eitthvað á okkur hlut,
getur verið fyrrverandi maki, getur verið systkini, getur verið foreldri, getur verið í rauninni hver sem Lífið kemur fyrir. En hann að segja við þig, ekki vera með augun þín út allt, vertu með augun á mér. Og þegar við, vinir, setjum augu okkar á Drottinn, og það sem gerist í rauninni í lofgjörð, það sem við vorum að gera hérna áðan, við setjum augu okkar á Drottinn. Við erum í rauninni að stækka Drottinn. Og því meira, vinir, á hverjum einasta degi sem við stækkum Guð í okkar lífi, því meira minnka kringumstæður okkar. Og því meira sem við venjum okkur á að horfa til Drottins, því minna hefur annað taka okkur. Og vitið það, þetta leyndardómur, vinir. Leyndardómur á hverjum einasta degi að horfa á Drottin. Og þeir segja það, eða ritningin kennir það, að þeir sem vona á Drottin fá nýjan kraft. Og vitið það, ég sé fólk fara í gegnum hræðilega erfiða kringumstæður, en koma tilbaka fljúandi. Út af það með sjónina á réttum staðvinir. Sjónin nefnilega hefur áhrif á ímyndunin okkar og svo framvegis. Vinir, óvinurinn vill hafa áhrif á ímyndunin okkar. En í dag að þá tökum við aftur valdið tilbaka og við horfum á réttan stað. Og við förum að fljúa yfir kringumstæðurnar í staðin fyrir að fara undir kringumstæðurnar. Má ég heyra amen? Og það það sem að Guð að kenna okkur. Hann segir, þú ert með dúfaugu. Augun þín á mér. Og vinir, ef að augun okkar eru ekki á Drottni, þá þurfum við að snúa okkur. Að iðrast þýðir að snúa sér. Og vinir, það fólkinninni sem að þarf að fara að snúa sér. Og ég ekki að gera lítið úr því þegar fólk að gangi í gegnum erfiðleika. En vinir, mind over matter. Við þurfum að rísa upp og við þurfum að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Lýsa því yfir að hann stór og hann mikill. Og ég skal segja ykkur það, ef við venjum okkur á því að koma þannig fram í kringumstæðnar að þær sigri okkur ekki, heldur að við sigrum þær, þá munum við upplifa okkur fljúandi yfir kringumstæðnar. Það þannig sem að við verðum meira en sigurvegarar. Og vinir, Guð að kalla kirkju sína til þess að fljúa hærra. Hærra en nokkru sinni. Við höfum alltof oft verið bara nálgast, við erum eiginlega bara á jörðinni, við erum eins og kjúklingar. Við erum ekki kölluð til þess að vera kjúklingar. Nei, Jóhann ekki kölluð til þess að vera kjúklingur, svo sannarlega ekki. Við erum kölluð til þess að vera ernir. Og vinir, ernir eru þannig, þeir líta á þið veitir, vont veður sem áskorun að fljúa hærra. Og hver hér inni tilbúin að taka þessari áskorun að fljúa hærra þegar vindurinn geysar, stormurinn, vinir, við þurfum að fljúa hærra. Kirkjan á að fljúa hærra. Og við þurfum að hætta að láta hluti í kringum okkur keyra okkur niður. Við þurfum að vita fyrir hvað við stöndum og standa fyrir það sem við stöndum. Við þurfum að hætta að bakka, taka stöð okkar. Vitið það, við eigum það dýrmætast í öllum heimi og það trú á Drottinn Guð. Vitið það, það ekki til neitt öflugra í þessu lífi. Og ég skal alveg segja ykkur það, Guð hefur sett aftur og aftur, gefið mig fætur og sett á klettinn, aftur og aftur, þrátt fyrir erfiða kringumstæður. Hann kemur aldrei of seint. Hann hefur ekki gleymt þér og hann svo sannarlega með áætlun. Gefðu honum bara dýrðina. Settu augun þín á hann. Þetta snýst það. Og vitið það, hann talaði við brúðina, hann segir, þú ert með dúfaugu, þú setur augun þín á mig. Þú ert ekki með augun á kringumstæðinu, þú ert með augun á mér. Og aftur þegar við vonum á hann, þegar við horfum á hann, þegar við stækkum hann, að þá fáum við hennan kraft. Við yngjumst upp sem örninn, vinir. Við förum að hlaupa og við líjumst ekki. Við förum að gera hluti út af því að við erum bara, þið veitir, við erum on fire. Og Guð að gefa kirkju sinni eld. Hann að endurnýja eldin í dag. Og við þurfum að leyfa honum það. Og það sem að gerist líka með eldi, hann brennir það burt sem ekki á heima.
Ingi, ég alltaf að pöngast á okkur fólki, ég meina það vel. Guð, hann búinn að vera í eldröng kringumstæðan og það sem að Guð gerir í eldi, það er bæði gott og það er líka óþægilegt. En við þurfum samt að leyfa honum að gera það. Það eru bara hlutir í okkar lífi sem að þurfa að brenna. Og það sem að Guð vil líka lofa okkur, hann gefur okkur fegurð í stað ösku. Biblían er nefnilega, hvað gerist þegar við erum á altarinu, takk alveg minn. Við breytumst. Við breytum form. Við verðum ösku. Og vitið hvað var gert við öskuna? Hún var sett út fyrir borgina. Og hún var lífgefandi fyrir þá sem voru með holdsveiki. Þannig að þín breyting er lífgefandi fyrir aðra sem eru í kringu þig, sem eru veikir af holdsveiki. Það er nákvæmlega það sem þetta þýðir. Guð er nefnilega algjörlega með þetta. Þegar þú ferð að gefa Guði dýrðinni í öllum kringumstæðum og fólk sér það, þá breytist fólk í kringum þig. Þú laðar aðrir öðruvísi fólk. Þú hjálpa fólki herra á göngunum með Guði. Má ég heyra með henn? Það held ég nú. Takk Jesús. Halleluja. Kemur hérna í ljóðaljónum 7. Snúðu þér. Snúðu þér. Súlumannít, snúðu þér hér, svo við getum hort á þig. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Snúðu þér. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Snúðu þér. Halleluja. Og Guð vill að við snúum okkur. Er ekki komið tími, vinir, að við snúum okkur? Er ekki komið tíma að hætta að vera kjúklingar á göngunum með Guði og bara snú okkur? Rísa hærra. Í 7. kaflanum þá kemur líka fram, hún fer út í, ég held ég hafi ekki einu sinni skrifað það, en allavega hún fer og hún þarna kemur það, ljóðalögin 8:5. Hver er sú sem kemur þarna berangri og leiðir elskuða sinn? Þarna er brúðurinn orðin þroskuð. Þarna er brúðurinn ekki bara barn lengur. Hún hrekst ekki til og frá að sér hvernig kenningavindi, hún er orðin þroskuð á göngunni. Og það sem hún gerir á göngunni, þegar hún fer út á berangrið, sem eru bara erfiða kringustæður, það sem að gerist er það að hún fer að halla sér á drottni. Og vinir, þarna er ég bara seg. Ofta ég fer í gegnum svona erfiða kringustæð, þá bý ég mig til eitthvað svona sem ég get halla mér að. Og stundum er það Netflix hám. Bara viðurkenna það. I have an issue. En það sem að Guð er að kalla mér núna til er að halla mér að honum. Þegar mér líður ekki vel, í staðinn fyrir að búa til eitthvað svona hækjur eins og við gerum. Og mér er ræktin er hækja stundum í mínu lífi. Ég þarf að passa að gera hann ekki að ykkur Guði í mínu lífi. Ég tala samt algjörlega með ræktinni. Bara þannig að ég er ekki að tala um það. Ég bara meina þegar hlutirnir orðni Guðir í okkar lífi. Og kom í staðinn fyrir Guð. Það sem að gerist þarna þegar hún er þroskuð, hún leiðir elskuða sinn frá erfiðri reynslu. Og Guð vill kenna þér og hann vill kenna mér í dag að þegar við förum í gegnum erfiða reynslu og við þekkjum hvernig þetta var í ljóðalögunum, hún fór út og var að leita hans, hún týndi honum tíma og verðirni sló hana og kringumstæður lífsins sló hana og við höfum öll verið slegin af kringumstæður lífsins. Hvað gerur þá? Og vinir, drottin er í dag að hafa áhrif á hjart okkar, hafa áhrif á kirkju sína. Hvað gerum við þegar við erum búin að vera slegin? Hvað gerum við þegar við erum á berangri? Hvað gerum við til þess að komast lengra á göngunum með Guði? Við förum að reiða okkur á hann. Og vinir, í dag þá finn ég þetta tog frá drottni í hjarta mínu. Ég ætla að gera nýtt val í dag. Ég ætla að fara að reiða mig á hann með alveg nýjum hætti í þessum kringumstæðum. Og mig langar til að skora á alla hér að gera slíkt þið sama. Ég virkilega trúi því að Guð er að kalla okkur á hærri stað. Guð er að kalla okkur á dýpri stað á göngunum með honum.
Hann að kalla okkur á stað þar sem við förum að halla okkur upp á honum í öllum kringumstæðum. Halleluja. Takk, Jesús. Rabbi, ef þú getur kannski farið á. Halleluja. Í 1. Jóhannesi 4. kafla í 19. versi. Við elskum hann því hann fyrst elskaði okkur. Vinir, við eigum árnaðar mann á himnum. Og við vitum hvað reikningin kennir. Hann situr við hægri hönd föðursins og hann biður fyrir okkur. Og í dag ert þú örugglega í einhverjum kringumstæðum, vitið að Jesús Kristur er að biðja fyrir þér. Hann elskar þig. Það er bara þannig. Hann er að biðja fyrir þér. Og vinir, hann þráir að við komum af einlægni fram fyrir hann. Ekki gegnum reglugerðir, heldur samfélag við hann. Hann vill bara hjarta þitt. Hann vill bara augun þín. Hann vill bara að þú snúir þér. Hann vill bara lækna þig. Hann vill bara gefa þig lausn. Hann vill bara styrkja bein þín. Hann vill að þú ratir beinar brautir. Og vinir, í dag þá er hann hér og hann vill finna þig.